Viðskiptaráðherra segir að fjárfestum megi ekki líða eins og þeir hætti á mannorðsmorð með því að fjárfesta á Íslandi. Hann spyr hvort efnisleg rök séu fyrir því að banna kínverskum fjárfestum þar sem Evrópubúum leyfilegt. Hafsteinn Hauksson segir frá. Huang Nu-bo, kínverski fjárfestirinn sem vill kaupa jörðina Grímsstaði á Fjöllum, segir í samtali við fréttastofu Reuters í dag að svo geti farið að yfirvöld í Kína komi í veg fyrir kaupin sökum þeirrar neikvæðu umræðu sem blossað hefur upp málið. Árni Páll Árnason, viðskiptaráðherra, segir að Íslendingar þurfi að fara varlega þegar kemur að erlendum fjárfestum og það sé mikilvægt að bjóða fjárfesta velkomna til landsins. Ég held að við getum ekki leyft okkur það að nálgast umræðum fólk sem að leggur fram hugmyndur fjárfestingar hér á landi með þeim hætti að við gerum því upp annarlega hvatir fyrirfram og að fólk upplifir það þannig út í heimi að það hætti á mannorðsmorð ef að það láti sér detta í hug að fjárfesta í atvinnutækifærum á Íslandi. Árni segir að það sé mikilvægt að meta fjárfestingar erlendra aðila á efnislegum og sanngjörnum forsendum. Skiptir í þínum huga máli að þessi maður sé Kínverji en ekki Íslendingur eða Frakki? Nei, og ég held að í ljósi þess að við erum aðilar að þennum sameurópska markaði. Það sem Evrópusambandsbúar hafa full réttinda á við Íslendinga, þá þurfum við að færa mjög sterk rök fyrir því. Af hverju að banna Kínverjum eitthvað sem að Evrópusambandsbúum heimilt. Ég hef ekki slíka Evrópusambandsglíu að ég telji Evrópusambandsbúar séu að öðru jöfnu miklu betri menn en annað fólk. Huang Nu-bo harðneitar því að pólitík liggi að baki ákvörðun sinni að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Kínversk stjórnvöld geti hins vegar komið í veg fyrir kaupin. Kínverski fjárfestirinn Huang Nu-bo þvertekur fyrir að pólitík ráði því að hann vilji kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Hann segir áhugann eingöngu viðskiptalegs eðlis. Huang hélt blaðamannafundi í Peking í morgun þar sem hann skýrði sína hlið á kaupanum. Hann sagðist vilja byggja upp ferðaþjónustu sem snúist íslenska náttúru og menningu. Hann hafnaði því alfarið að áformin væri liður í áætlunum kínverskra stjórnvalda að hasla sér völl á norðurslóðum eins og ÍA hefur verið að, heldur væri þau hluti af áformum sínum að byggja upp ferðaþjónustu fyrir fjársterka Kínverja í Kína, Bandaríkjunum og Skandinavíu. 反正我这么说的信不信由你，就是我真的没有任何这个，如果说是牵涉到政治因素和这个其他背景，我不会去。 Huang sagði ekki væri gert ráð fyrir að viðskiptin hér á landi myndi skila hagnaði fyrir eftir 10 til 20 ár. 你不能所有的地方都挣钱，那中国的钱我补到北欧，但是我恰恰需要北欧这么一个高品质的度假区，我在世界上的竞争力是最强的。 Með Huang á fundunum var Kristín Árnadóttir, sendiherra Íslands í Kína. Hún sagði áform Huangs ríma við stefnu íslenskra stjórnvalda. This is in alignment with the government policy of increasing foreign investment in Iceland, of promoting Iceland as a tourist destination. Huang sagði íslenska ráðamenn hafa hvatt sig til að fjárfesta hér á landi. Hann ætti enn eftir að fá samþykki kínverskra stjórnvalda fyrir kaupunum og að neikvæð umfjöllun fjölmiðla að undanförnu gæti haft þau áhrif að stjórnvöld í Kína bæðanum að hætta við kaupin. Huang hefur sótt undanþágu frá lögum eignarrétt og afnotarétt fasteigna. Beinin á borði innanríkisráðherra. Ég gerði grein fyrir því á fundi ríkisstjórnarinnar við tækjum þá umsókn til málefnalegrar afgreiðslu. Það þarf að fara mjög vel yfir þetta. Leið og þarna eru áform atvinnuuppbyggingu sem að mörguleyti eru mjög spennandi, sem sagt mikil uppbygging í umhverfisvænni ferðaþjónustu. Þá það líka stórt mál ef á að fara að selja 300 ferkílómetra af Íslandi til erlends aðila. Það vekur blendnar tilfinningar, við skiljum það öll. Og að sjálfsögðu svona mál tekið til skoðunar og fær úrlausn á málefnalegum forsendum og hvernig öðruvísi á það að vera.